Taktíkin í boði Norður Akureyri. Let's go. Komið sæl og velkomin í taktíkina. Hvort sem við erum afreks íþróttamenn eða bara stundum íþróttir, þá höfum við öll upplifað það að meiða okkur. Og hvernig tæklum við það? Já, það verður umræðefni þáttarins. Hérna til mín setti ég komið með Cecilíu Sigurðardóttur, sportstherapist. Cecilía, velkomin. Takk. Ef segir okkur aðeins frá, já, þetta var svolítið leit hjá þér að þessu námi sem svo endanum hendaði þér. Já, það tók svolítið tíma. Ég var einhvern veginn alltaf að bara fara í nýtt og nýtt nám, ég var vera svolítið lengi í skóla og já, bara fór alltaf bara að flakka svolítið á milli náma og þannig að ég fann þetta sem ég er í núna. Þannig að þetta er búið að vera svolítið löng leið, en það er gott. Þú byrjar á íþróttafræðinni en þér kannski fannst þú þurfa aðeins meiri svona sérþekkingu eða þú vildi sérhæfa þig ákveðnu sviði þar? Já, sko, ég fór eiginlega bara í íþróttafræðina af því að ég átti vini sem að höfðu farið þá leið og ákvað bara að elta þau að því ég hugsaði bara eitthvað, já, íþróttir, það er skemmtilegt í íþróttum og ég er góður í íþróttum og þetta er örugglega eitthvað fyrir mig og þetta var mjög skemmtilegt en ég var samt alltaf, þegar ég var búin með það nám, þá var ég alltaf svona, vissi ekkert hvað ég átti að gera við það af því að ég fann mig aldrei, þú veist, ég var þjálfari þá, var að þjálfa crossfit og fannst það bara fínt en ég var samt einhvern veginn svona, já, hafði ekkert að gera við það í rauninni, en ég veit ekki, þannig að þá fór ég í líftækni á skólanum á Akureyri og var í því námi, eða þú veist, tók það er 3 ár og var samt, fannst það mjög skemmtilegt og áhugavert og þú veist, en ég var samt alltaf ennþá í því námi líka bara, jæja, þú veist, ég þarf að fara að finna mér eitthvað annað nám, af því að ég veit ekkert hvað ég að gera við þetta þegar ég er búin. Og eiginlega bara í miðjum tíð í námi þá fann ég þetta sportstherapy sem er mastersnám og líður loksins núna eins og ég þurfi ekki að fara í meira nám af því að ég er bara búin að finna það sem að já, mér langar til að gera framtíðin. En þú í raun þá vildir kannski ekki vera að þjálfa með náminu, þú vildir gera eitthvað annað? Já, þú veist, ég hef búin að vera crossfit þjálfari síðan 12 örugglega, 12 eða 13 og mér finnst það mjög skemmtilegt, þú veist, mér finnst mjög skemmtilegt að bara aðstoða fólk og hjálpa því að bæta sig og þú veist, í crossfitinu þá ertu einhvern veginn alltaf, getur alltaf sett þér markmið og þú ert alltaf að ná að bæta þig og þú veist, hvort sem það er bara þyngdir eða tími eða hvernig þú hreyfir þig að bara hvað það er, sko. En það var samt einhvern veginn svona, þú veist, að ég veit ekki, þú veist, ég var alltaf að leita að einhverju sem að ég gæti gert bara persónlega, þú veist, verið þjálfari sjálf og mér langaði ekki að vera enga þjálfari. Svona, þú veist, bara búa til almenn prógram fyrir einstaklinga, þannig að, já, og vissi samt aldrei almennilega hvað mér langaði til að gera. Og var svona, þú veist, já, ég bara, já, var alltaf bara að leita að einhverju öðru til að gera, en ég veit það ekki. Þú varst kannski mitt að leita að einhverju sem var kannski ekkert svo algengt og þú náttúrulega stundar íþróttir, varst að keppa í crossfit, hafðir upplifið að meiða þig en kannski fannst að það sem að tekur við þegar maður meiðir sig, já, það nær kannski ekki alla leið eins og hefði viljað eða hvað? Já, nei, ég sko er mjög gjörn á að meiða mig sjálf, eða já, bara mjög og ég var að æfa sund í 10 ár áður en ég fór yfir crossfitið og þurfti að hætta þar af því að ég var með axlarvesen sem hélt svo bara áfram og er reynda bara ennþá þannig að þú veist, í dag skilur bara ekkert vesen en samt svona, þú veist, eitthvað sem ég bara meðvituð og þú veist, ég svona fór bara búin að vera mjög mikið í sjúkraþjálfun og svo útskrifastu úr sjúkraþjálfun og ferð bara beint að æfa og ég var alltaf bara ok, þú veist að þegar ég æfi mjög mikið bara sjálf og alltaf þegar ég var búin í sjúkraþjálfun það fannst mér mjög skrítið, þú veist, ég fann alveg að við fórum bara beint inn í sama æfingálag og ég var vön að vera í, þá fór bara allt í klessu, eða þú veist, þá varði ég bara verri, þannig að mér vantaði alltaf svona, þú veist, frá því að þú útskrifast úr sjúkraþjálfun og þanga til að þú getur fara að æfa 100% aftur, þá var ég alltaf sjálf svolítið að vesenast
reyna að finna mér eitthvað að gera, hvernig ég ætti að gera þetta, á ég að minnka fyrst þyngdina eða endurtekningarnar eða á ég að gera eitthvað annað og byggja svo og ná það, eða það var alltaf svona pínu hérna, brass. Og ég vissi svo sem ekkert að mér langaði til að hjálpa fólki endilega við akkurat það, en ég var samt alveg komið með það í, höfuðið að ég vildi hjálpa fólki að koma tilbaka eftir meiðsli og bara, þannig að það var svona pínu kveikjan að þessu, sko. Hefur eitthvað náð að nýta þetta í þín eigin meiðsli? Já, reyndar alveg helling núna, sko. Ég frétti af þessu námi í fyrra í apríl í fyrra eða eitthvað. Og námi sjálft byrjaði ekkert fyrir september, en síðasta mitt sumar í júlí cirka, þá reif ég liðþófa í hægra hnénu. Var bara miðri æfingu og hérna gat held ég ekki beitt á mig hnéð. Og fór á kefti í loka ágúst á móti úti í Noregi og flutti svo til Bretlands til að fara í námið og var sagt af lækni hérna heima. Ég fór til læknis til að athuga þetta þegar þetta var alveg greinilega eitthvað að og hann sagði bara hreint út við mig að ég myndi þurfa að fara í aðgerð til að laga þetta hné, þannig ég gæti fara að æfa undir sama álagi og ég var að gera. Og það fyrsta sem ég hugsaði þegar ég heyrði þetta var bara nei, ég ætla ekki að fara í aðgerð á hnénu. Og bara náði svona, bólgum úr og eitthvað, fór hann að kefti og hnéð var náttúrulega ekkert frábært eftir það, kannski ekki gáfalegast sem ég hef gert. Og flutti þessu út, byrjaði náminu og ákvað bara sjálf að endurhæfa á mér hnéð og fekk smá hjálparendar við það frá einum kennara sem var með mér úti. Og fór bara fullt í endurhæfingu á hnénu og var að byrja að gera hnébeyggjur í desember. Já. Og núna er ég bara góð. Og ég fæ stundum í bara verki í hnén eins og maður fær bara, maður æfa mikið okkur en það er bara, hefur ekkert, pirrað minn eitt síðan, sko. Og já, ég held líka að hafa hjálpað rosalega mikið af því að úti þá átti ég ekki bíl og ég hjólaði og labbaði allt. Þannig að ég var með fótinn og hnéð á stanslausi hreyfingu og var bara alltaf að setja þunga á hnéð og alltaf að hreyfa það. Þannig ég held að það hafi hjálpað líka bara rosalega mikið. Það hlýtur að segja manni þegar maður nær að endurhæfa sér hnéð svona án þess að fara í aðgerð. Já, maður hlýtur að hugsa, ég get kannski gert það fyrir fleiri. Já, alveg klálega, sko. Og svo er líka af því að svona meiðsli eru svo rosalega mismunandi og sérstaklega eins og mín rifa í liðþófanum var bara þannig að það var hægt að endurhæfa hana. Sumar rifur eru bara þannig að þú verður að fara í aðgerð, en mín var ekki þannig og það að læknirinn hafi sagt bara þú verður að fara í aðgerð, þá var ég bara, nei, ég þarf þess ekki. Ég ætla bara að græja þetta sjálf og gerði það bara. En svo kemur líka upp á mótið, að þú verður að vera svolítið, ég er ekki ennþá búin að finna gott íslenskt orðið þetta, svona consistent. Þú verður að bara sinna þinni uppbyggingu og styrktarþjálfun eftir meiðsli og þú verður að gera það bara hverjum degi af því að ef að þú gerir það ekki, þá gerist ekki neitt. Þannig að þetta var líka sem ég tók bara, ég bara ætla að sanna fyrir þessu lækni að ég þurfi ekki aðgerð og bara, þannig ég var að hverjum einsta degi að gera eitthvað einhver uppstig á kassa og bara endalaust á einhverjum æfingum sem er ekkert frábærlega skemmtilegar. En það virkaði og bara núna er bara eins og ég hafi aldrei meitt mig í hnénu. Ja, frábært. Þannig að já. Þetta er mjög fjölbreytt nám samt að því að líka þarna, hluta af þessu er að vera á hliðalínu eins og í kappleikjum. Mér staði aldrei áhugaverður vinkill á þessu. Segja okkur hans frá þessum hluta. Já, sko, ég hafði ekki hugmynd um þetta þegar ég fór í þetta nám. Bara alveg hreinskilin. Ég hélt að ég væri bara að fara út í þetta sportsterapi nám og þetta væri svona þessast endurhæfing fyrir íþróttafólk. Og ég hélt ég væri bara að fara í það. Og svo kemur í ljósatna bara í byrjun fyrir annarinnar að við erum allt í einu að mæta á einhvern fótboltavöll og ég bara, já, fótboltavöll, ok, bara mæti þangað og þá er ég bara að fara að vera þessi þerapisti á hliðalínunni í fótboltaleik.
þannig að ef einhver meiðist þá hleyp ég inn á völlin og græja og geri og kem svo út af aftur og ég bara, bara hafði einhvern veginn aldrei dottið í huga að það gæti verið eitthvað skemmtilegt við það. En svo var það bara ótrúlega gaman og hérna við tókum alveg einu sinni í viku í allan vetur. Fórum við annarkvort inn á fótboltaleik, horfðum á fótboltaleik eða rúbí. Það er mjög mikið rúbí hérna út í Bretlandi. Og já, það var alveg bara ótrúlega gaman sko. Og hérna lærði alveg helling af því og fengum alveg sér þjálfun í að hvernig við ættum að bregðast við ýmsum aðstæðum og þú veist, læra að setja upp á börur og spelka og læra á hjartastöðtækið og bara, já, bara allan pakkan. Þannig að... En eins og í rúbíinu, leikurinn hann er ekki stoppaður þegar það eru meiðsli? Nei, ég sá minn fyrsta rúbíleik á ævinni í október í fyrra, var aldrei hort á rúbí, ég vissi ekkert hvað ég var að fara út í og þá er það þannig að ég kann ekkert mikið á rúbí, ég get kannski ekkert útskipt þetta nógu vel. Þeir eru í svona hrúum, það er ekki að segja þetta, þeir eru svona, fara í svona hrúur og eitthvað á boltinn og þú veist, svo endar hann einhvers staðar annars staðar og það gerist oft í þessum hrúum að það verður bara meiðist einhver, þá er hann bara eftir og leikurinn heldur samt bara áfram. Þannig að, en þá mátt þú sem þerapistinn á leiknum hlaupa inn á völlin og hlúa að leikmanninum á meðan að leikurinn er í gangi. En svo er rúbí svolítið, þú veist, af því í fótbolta þá ertu svolítið að spila á milli þá það er alltaf bara einn leikmaður svona á sínum stað en í rúbí er það bara alls ekki þannig. Þú veist, þeir eru bara í hrúum út allt og já, bara þannig að það hlaupin á völlum að þurfti að vera mjög varkára að, þú veist, lenda bara ekki undir einni svona hrúu og en sem betur fyrir fengum við aldrei neitt í rúbíinu sko svona rosaleg meiðsli einhver sem að þurfti að stoppa leikinn út af eða neitt svoleiðis. Þannig að það slapp alveg ótrúlega vel. Já. Þeir eru að vinna þarna sem kona með karlmönnum í íþróttum. Já, er alltaf virðing? Þú er ekkert lent í neinum fordómum eða neinum árekstum þar? Nei, ég hef bara verið mjög heppin sko. Ég í þessum áfanga úti þá var kona að kenna okkur og við fórum eiginlega bara á fótboltaleiki hjá köllum, ég held ég að fara á einn kvennaleik og rúbí líka, ég held ég að fara á einn kvennaleik í rúbínu og svo voru þetta bara kallaleikir og það var bara aldrei, þú veist, ekki að ég hafi fundið fyrir því sko og eins með hérna heima ég hef verið að taka kallaleik Þórs í fótboltan og það bara, já, hef ekki fundið fyrir bara neinu svoleiðis og við erum tvær með kallaleik bara fyrir leiki og eitthvað og þeir bara, þetta er bara mjög eðlilegt allt. Það er ekkert svona, engin fordómar eða neitt. Nei, gott að heyra. Það er mjög gott sko. Já. Þetta er náttúrulega bara líkamar og vöðvar og annað sem þú þarft að meðhöndla. Við vorum einmitt að ræða það daginn ég og svo sem er með mér með kallaliðinu að við einhvern veginn þegar ertu búin að vera í þessu námi og svona námi bara, þá einhvern veginn horfir ekkert á fólk sem fólk, manneskjur, eða sem sagt, þú veist, kallaði konur, heldur þetta bara, já, því ég þarf að nutta þennan vöðva og bara þessi vöðvi er stífur, þessi liðamót eru svona, bara þetta er mjög áhugavert. En þú horfir ekkert á hvort þetta er kallaði kona neitt, sem er samt alveg merkilegt, sko, af því að já. Þú horfir svolítið inn fyrir ystalægið? Já, í rauninni, sko. Ég bara, svo ef einhver nefnir þetta einmitt eins og þú ert að gera, þá er ég alveg, já, nei, ég samt bara spá ofta ekkert eins og í því. Það er bara líka mig sem að þarf á meðhöndlun að halda og þá bara græja maður það. Já, akkurat. Við skuldum smá auglýsingar hérna, en við kíkjum yfir í smá hlé og höldum síðan áfram eftir það. Taktíkin er í boði Norður Akureyri. Let's go. Við höldum áfram í taktíkinni, hún er hjá mér hérna Cecilia Sigurðardóttir og við erum að ræða meiðsli. Já, ef við förum aðeins út í þessa andlegu hlið á meiðslunum, já, það tekur rosalega á mann andlega að lenda í meiðslum. Já, það gerir það. Ég viðurkenni að fyrst bara spáði ég ekki eins og í því að þú gætir verið, þetta gæti haft einhver áhrif á þig andlega af því að þú ert, íþróttamaður og þú ert alveg vanur að ganga í gegnum
ýmislegt og átt bara að hafa hausinn í lagi, eins og maður segir. En svo bara sjálf eftir að hafa lent í til dæmis endurteknum meiðslum á vinstri öxlinni hjá mér, þá bara fann ég að ég þurfti virkilega að hafa fyrir því að halda hausnum góðum og halda honum í lagi og vera meðvituð að hérna, ég væri ekki, ég mætti ekki skilgranna mig alltaf bara ég er meidd. Ég þyrfti ekki láta þetta stjórna því hver ég væri og hvað ég væri að gera. Það er svolítið hægt á því að þú ert að fá, endur upplega endurtekið meiðsli að þú lætur þau bara skilgreina það í rauninni hver þú ert, sem er rosalega óþægilegt og erfitt og það er erfitt að komast út úr því. En það er mjög mikilvægt af því að hérna, já, það bara verður til þess að þú bara meiðist aftur eða gefst upp eða bara ferða ennþá lengra niður og hérna, þannig að já, ég veist það vera mjög mikilvægt. Já, ég hef alltaf haft áhuga samt á þessari andlegu hlið í íþróttum bara yfir höfuð, þannig ég hafði aldrei spáð samt í að tengja það yfir í meiðslin fyrir en að ég sjálf bara lenti í þessu og þurfti að hafa virkilega mikið fyrir því að koma sjálfri mér upp úr svona já, ekki þunglindi en samt alveg bara þurfti að hafa svolítið fyrir því að koma hausnum í lag. Já, og þá lætur maður einmitt kannski þá sem að standa manni næst, já, heyra það fyrst. Já, það er svolítið svoleiðis og maður þarf svolítið að passa sig á því og gera sér ekkert grein fyrir því hvernig að maður sé að því, bara í raun og veru og ég man alveg eftir því að ég var einhvern tímann bara heima og var greinilega oft bara eitthvað að pirrast út í mömmu mína og bara vissi ekki einu sinni að því, var alltaf bara gett pirruð heima og svo kom systir mín til mín sem hefur líka átt sína bara meiðslasögu og kom til mín og benti mér á bara ég man þegar ég var meidd og leið gett illa andlega, þá var ég alltaf gett pirruð við mömmu, bara þú þarft aðeins að hérna passa þig og þá var ég bara, já, þetta ég er að láta svona af því að mér líður svo illa af því að ég er alltaf, mér er alltaf illt einhvers staðar, þetta er ekki eitthvað sem ég er að gera bara af því að mér finnst mamma leiðileg eitthvað, skilurðu. Þannig að þá fór ég svolítið að hugsa bara, og það var eiginlega pínu kveikjan af því að ég er svona, ég þarf eitthvað að fara að laga til í hausnum á mér af því að ég er að leyfa mínum verkjum bara að hafa ómikil áhrif á það hvernig mér líður andlega. En það segir mér kannski ymmit hvað íþrótti skipta mann miklu máli að þegar maður getur ekki stundaðir eins og maður vill, hvað þetta leggst þungt á mann. Já, það er alveg þannig og hérna, ég var alveg mitt motto eða mantra bara í gegnum öll meiðsli er að einblína alltaf á það sem þú getur gert. Af því að það er rosalega mikið af einstaklingum og ég hef gert það sjálf svona fyrst að það er alltaf að þú kemur á æfingu og æfingin er skrifið upp á töflu, sérstaklega eins og í crossfitinu og þá ert þú kannski þyrilt í hnénu og þú bara, ég get ekki gert þetta og þetta. Í staðin fyrir bara, hei, ég get gert þetta og þetta og fyrst að þetta er ekki eitthvað sem ég get gert, þá get ég gert þetta í staðin. Það er svolítið mín mantra bara alltaf að horfa á það sem þú getur gert af því að ef þú gerir það ekki, þá bara endar að því að gera ekki neitt. Svo er maður upplegað þegar maður lendir í miklu meiðslum og er að koma sér tilbaka að ef maður meiddist í ákveðnu æfingu sem dæmi ákveðnum aðstæðum, maður fer að flýja þessar aðstæður, ég vil ekki lenda aftur í þeim. Já. Eða þú fer að hlífa ákveðnum líkamshluta og ert þá farin að beita þess skakt og ert þá í meiri hættu á að meiða þið aftur. Já, það er bara mjög rétt. Þess vegna finnst mér svolítið mikilvægt eins og ég með mína þjálfun að þú vilt alltaf, þú mátt finna til þegar þú ert að byggja þig upp aftur eftir verki og meiðsli og það er allt í lagi þú finnir til á meðan en þú verður að finna leið til að framkvæma hreyfinguna og fara í gegnum hreyfiferilinn sem þú varst að gera þegar þú meiddist eða hreyfiferil sem er líkur þeim eða eitthvað svoleiðis að því að þú gerir það ekki þá ert ekki að þá myndu aldrei komast tilbaka á þannig stað og þú veist bara, já, það er til svo mörg dæmi bara hvernig fólk hefur
og fengið marga til minni þjálfun sem að hafa alltaf fundið til við að gera eitthvað og bara ákveðið að sleppa því bara af því þau hafa aldrei haft neina leiðsögn hvernig sé best að, þú veist, fara í kringum hlutina eða bara gera hlutin öðruvísi en vinna samt í gegnum sama hreyfiferil, þú veist, og mér finnst þetta alveg mjög mikilvægt að fólk geri, sko. Þannig kannski líka það mikilvægt þegar maður í íþróttum að maður eigi sér, íþróttum sé partur af lífinu og maður eigi sér áhugamál líka því þegar maður lendir í þessu að maður hefur kannski ekkert annað til þess að leiti og maður finnur svona kannski fyrir ákveðni tómleika tilfinningu þegar að maður gengur í gegnum mikilmeiðsli. Já, það alveg rétt, sko. Ég hef reyndar aldrei lent í því að þurfa bara að hætta. Þannig að ég get ekki alveg, sko, þú veist, gerir mér ekki alveg grein fyrir því hvernig sú líðan en ég hef alveg þurft að taka, þú veist, mikla pásu frá, þú veist, að gera allt á efri líkama því fór í aðgerð á öxlinni og þá gat ég náttúrulega ekki beitt annarri hendinni bara neitt í einhverjar vikur hana eftir en þá var ég samt með hausinn á svo góðum stað að ég var alveg bara ok, ég þarf að æfa mig í ræfing sem heitir pistol sem til dæmis að gera hnébu á öðrum fæti sem ég gat ekki gert og þarna var ég bara, heyrðu núna hefur þú bara enga afsökun lengur þú verður bara að gera þetta af því að þú getur ekki gert neitt með hendinni þannig að ég fór svolítið við það allavega í því þú veist, á því tímabili sko en þetta samt hefur rosalega mikil áhrif sko og ég bara svo samt svo erfitt að segja við fólk að hafa þú veist, annað áhugamál af því að ef áhugamálið hreyfing og þá þú veist, hitt áhugamálið sem hefur til vara pottet líka hreyfing og þannig að maður þarf svolítið að passa sig á því að þú veist að hafa eitthvað annað sem þú svona getur gripið í sem ég svo sem örugglega mjög misjafnt eftir fólki sko eða ég bara En mjög góða punktur af því að hreyfing hún tegis inn í svo margt að áhugamálin sem tengjast hreyfingu geta verið mjög mörg, maður geta mjög mörg þannig áhugamál. Þannig að það svolítið svona, en svo alltaf þessi klassist skilur að fara mikið í sund, fara út að hjóla, fara út að ganga, það oft svona sem að þú veist heldur fólki við efnið af því að það oftast svona eitthvað sem þú getur strax gert þó að þú lendir í einhverjum meðslum áfendingum og sérstaklega fara í sund. Margir sem vanmeta það en það oft bara það besta sem maður getur gert að fara bara í sund. Já, en nú þetta að vinna með íþróttafólk og maður sé þessa sem eru svona þeir gamlir í þessu, líka mann alls konar skakkur og skeldur eftir álagi í mörg ár, einhver takmörk fyrir því hvað þetta tjasla mönnum mikið saman að því að maður sér marga framlengja ferilinn sinn svolítið í gegnum það að það komin ný tækni og ný þekking til þess að halda mönnum lengur inn í sinni íþrótt. Já, sko, mér finnst ekki vera neinn takmörk fyrir því, þú veist, hversu langt þú getur gengið, en það bara spurning sko, að því ég sem þerapisti, þjálfari, ég get alveg gengið bara eins langt og fólk vill, þú veist, en það bara spurning hversu langt íþróttamaðurinn tilbúin til að ganga, því að þetta tekur rosalega mikinn toll andlega og ganga, þú veist, ef þú ert að meiðast endurtekið að gangi gegnum það aftur og aftur, þú veist, þó að þú sért með, þú veist, sterkan haus og kunnir á þetta, þá það samt tekur það alltaf einhver toll á þér og ég tala ekki bara líkamann, þú veist, eftir því sem þú eldist og meiðist, þegar þú ert orðin eldri, þá ertu lengur að ná þér tilbaka og lengur að, þú veist, líkamann lengur að gera við, bara vöðva og liðbönd og svona. Þannig að það alveg takmörk fyrir því, þú veist, viltu hætta fyrr og líða betur þegar þú ert orðin eldri eða ertu tilbúin að ganga bara eins langt og þarf og hætta svo að æfa og vera bara ónýtur þegar þú ert orðin eldri eða þú veist, það svo stór svona skali ásöllu sko, þannig að það alveg svolítið svona eitthvað sem þarf bara að vera í samráði við, þú veist, bæði þjálfarinn og íþróttamaðurinn að ræða sko saman, en Þannig hlýtur að þurfa að eiga sér stað eitthvað ákveðið samtalt. Leikurinn það mikilvægur og sért farin að fórna þá einhverju tíma eftir á? Eftir á, þú veist, það sem fólk oft svona gleymir að hugsa út í að því að allt sem þú gerir núna hefur mjög mikil áhrif á það hvernig framtíðin þín verður. Þannig að þú þarft alveg svolítið að hugsa mátt ekki bara þjösnast í gegnum
meiðsli eftir meiðsli eða leiki eftir leiki og vera illt og finna til og hérna bara fyrir þig eða liðið eða hvað það er. Af því að þegar þú verður eldri þá kannski færi þetta allt í bakið. Það er ekkert víst en það er mjög líklegt samt. Þannig að ég er mjög ánægð með núna til dæmis að koma alltaf svona meira og meira fram, þú veist, að íþróttafólk að byrja fyrr í sessat svona styrktarþjálfun og auka vinnu fyrir alla litla vöðva og þú veist, sama hvað íþrótt þú ert í. Þannig að ég er mjög ánægð með að það sé komið svolítið lengra. Af því að fólk byrjaði ofta ekkert í því þegar hann meiddist bara, eða fann til. Þannig að það er komið miklu meira á svona fyrirbyggjandi meðferðum núna, sem er bara virkilega gott. Nú tíminn að hlaupa frá okkur, en svona rétt að lokum, að því þú ert íþróttamanneskja sem hefur verið fullu til dæmis í CrossFit og keppi CrossFit og núna ertu komið þekkingu á því hvernig þú vinnur með meiðsli og fyrirbyggjandi. Er eitthvað svona sem að þú hefur viljað vita þegar þú varst að keppa sem mest, hún ætla að keppa ennþá, en hefur þú viljað vita eitthvað þarna fyrir svona í upphafi sem hefði hjálpað þér? Sko, ég hefði klárlega bara viljað hafa aðgang að einhverjum sem hefði getað hjálpað mér frá þessu tímabili þegar ég var búin í sjúkraþjálfun og að byrja að æfa 100% aftur. Þú veist, ég hefði viljað hafa einhvern svona til að hjálpa mig við það, til dæmis, en ég hefði líka viljað að ég var að æfa sund alveg í mörg ára áður en ég fór yfir í CrossFitið og hætti í því af því að ég meiddist í öxlinni og ég hefði alveg vilja hafa sko, þú veist, geta byrja fyrr í einhverjum svona æfingum til að sporna við því til dæmis, af því að ég byrjaði, þú veist, ég var alltaf bara í sjúkraþjálfun en ég var aldrei með neina þekkingu, þú veist, ég vissi ekki neitt sjálf, þannig að þú veist, það hefði mátt vera smá eins og til dæmis komið núna, bara meiri fræðsla, þú veist, þannig að fólk viti bara, ok, þú veist, þú þarft að beita þér svona, þú þarft að vera skynsamur þarna, þú veist, og alls konar svona bara, bara almenn fræðsla til, þú veist, þú veist, hefði viljað fá þegar ég var úlingur og bara, þannig ég hefði vita pínu hvernig þetta gengi allt fyrir sig, sko. Það er svona. Það er til þetta úrræði þegar þú búið með tíman í sjúkraþjálfun en þú ert ekki tilbúin til þess að fræfa, nú þetta til þetta úrræði fyrir þá sem eru að horfa. Já, og þetta er sko rosalega algengt út í Bretlandi. Og bara mjög mikið af fólki sem vinnur með íþróttafólki þar, en ég hef alltaf átt vandræði með hérna heima að finna einhvern til að hjálpa mér, þannig að ég endaði bara á að fara í þetta sjálf, að læra þetta sjálf. Þannig að Cecilia, takk hérlega fyrir að koma og segja okkur þína sögu hér. Takk sömuleiðis. Takk áhorfendur fyrir áhorfið, við sjáumst í næstu viku.